Recording. Góðan daginn öllsumul, Jakob Kristjánsson heiti ég og í þessu vídeói ætla ég að fara við það hvernig mér fannst best að mixa veðurfréttir instrumental. Ástæðan fyrir því að þetta instrumental en ekki með söng, það vegna þess að við tókum upp söng, actually, og hann var mjög góður. Gott performance og mér og Elísabetur leið mjög vel með þetta. En hins vegar, það sem kom í ljós þegar ég var að reyna að mixa söngin, var það að ég sneri mæknum öfugt þegar við vorum að taka upp. Þannig að hún söng öfugt í mækin. Og af því að þetta mæk sem lítur út alveg eins báðum megin, það var mjög einfalt að ruglast. Og þetta var nýr mæk og þetta var algjört klúður. En þið fáið að heyra instrumentalgerðina af veðurfréttum og ég ætla að fara yfir það hvað ég geri á öllum individual channels, hvar ég fæ tónana, til dæmis í gítarnum og bassanum og alls konar lítlífnum. Og svo ætla ég að fara yfir alls konar processing sem ég geri á allt saman, til dæmis allar trommurnar. Þannig að let's dive into it, eða ekki? Hér erum við komin með skjalið, veðurfréttir. Fyrir þá sem hafa aldrei séð tónlistaskjal, þá getur þetta verið svolítið yfirþyrmandi. En eins og þið sjáu hér start og ég búinn að merkja alla partana í laginu, eða svona helstu partana í laginu. Start, vers 1, bomboklatt 1, það er viðlagið. Ég veit ekki, mér finnst það sounda eins og bomboklatt. Bomboklatt. Þannig að, ég veit ekki, hjálpa mér að skilja eitthvað skemmtilegt. En fyrir þá sem vita ekki, þá þetta bara eins og YouTube-vídeó. Þetta fer frá vinstri til hægri. Og þú tekur upp og þá færðu til dæmis, svona lengju af hljóði. Og það spilast og þá kemur hljóðið. Og þetta svolítið mikið af rásum. Ég reyndi að telja þetta áðan og ég hætti því að þetta voru svo margar rásir. En í einföldu máli, þá erum við með trommur hér, við erum með bassa, gítar og synth. Og svo vocal trackið hér. Og reference tracks sem ég nota til að hjálpa mér að mixa. Mjög þægilegt að nota reference tracks. Bara af því að ég veit ekkert hvað ég að gera. Ég bara eitthvað að bulla. Og stundum hljóma það vel. Það kannski þess vegna af hverju við snýrum mæknum öfugt. Við erum bara að bulla eitthvað. Skulum skoða master channelið. Processingið á því. Það sem sagt rásinn, það sem allt fyrir gegnum. Og það sem ég ákvað að gera að setja 2 tól. Fyrsta tólið, það þetta hérna. Ef ég næja að opna það. Það þetta hérna. Það sem þetta gerir tape emulation á ensku. Og þetta emulatar það eins og lagið hafi verið tekið upp á svona spólu eins og lög voru tekin upp í gamla daga. Og það sem mér finnst þetta aðalega að gera að þetta gefur smá kjöt í lagið. Gera það svona líflegra og það verður ekki kjurt, það svona á hreyfingu og alls konar. Þannig að það það sem þetta gerir. Og ég ákvað að nota bara preset sem heitir Master Tape 30 IPS. Það hægt að hafa allt frá 0 IPS yfir í 30. Ég fíla 30. Heitir líka fínt. Smá compression, pínu wow and flutter, 50 hysteresis, noise 25. Ég veit ekki, mér fannst
Mér finnst það cool að hafa pínu noise á laginu. Það er hægt að hafa það í 0. Ég myndi ekkert fara hærra heldur en 25. Það er alveg frekar mikið en það virtist gefa fínt líf í lagið. Og eftir því er ég með Wave Breaker. Það er limiter. Þannig að sem þetta gerir er að ég mixa inn í þetta og þetta er bara eins og einhver hefði sett volume takka í botn. Þannig að þegar ég er búinn að mixa þá get ég slökkt á þessu og þá er lagið mjög lágt og þá get ég sett öll lögin á plötunni saman í skjal og haft þau öll alveg eins. Og þá eru þau ekki öll alveg uppi strax, heldur eru þau niðri og ég get sett þau öll upp þannig að þau hljóma mjög svipuð. Og ég er með þetta á 9 dB. Ástæðan fyrir því að ég er að nota þennan limiter en ekki limiterin sem kemur með Ableton er að mér fannst hann bara ekki nógu góður. Hann var að vinna allt og hart og mér fannst hann bara ekki mjög powerful. Þessi er mun mikið betri. Og ef ég á að sýna ykkur hvað hvert og eitt gerir, höfum bara lagið á hérna. Ég ætla að slökkva á Real Buzz og ég ætla að kveikja og slökkva á því. Hvernig ég kveikja og slökkva á því er hérna niðri og þegar það er gult þá er kveikt og þegar það er ekki gult þá er slökkt. Núna er slökkt. Það eins og þið heyrið mjög lítið sem þetta gerir en þetta gerir allt mjög meira svona musical og svo limiterinn, það er bara hækkar og lækkar. Og til að bæta við, limiter, hann passar það að lagið distorti ekki, að mun ekki sounda hræðilega. Þetta er svona eins og öryggisnet. Þetta er öryggisnetið. Þá erum við búin að tala um master channelið. Nú skal ég tala um instrumental channelið. Ég er með 2 plugins þar. Fyrsta plugin er utility plugin og ég er búin að víkka lagið sem sagt. Og næsta plugin, það er til mjög frægt plugin sem heitir Gullfoss. Og það sem það gerir er að það gerir lagið bjartara og svona meira clean einhvern megin. Og það kostar mjög mikið, ég held að kosti 60.000 eða eitthvað. Það sem ég ákvað að gera er að ég ákvað að emulata það með því að sidechaina hluti í forritinu mínu Ableton sem svona feikar það að vera Gullfoss. Og það hljómar mjög cool. Þannig að slökkt á því. Heyrið hvernig lagið verður víkkara. Þið heyrið hvernig lagið víkkar. En eins og ég segi, þetta er mjög lítið en öll þessi litlu skref þau adda upp og gera lagið betra. Næsta plugin, Gullfoss. Gerir lagið bjartara. Þá skulum við skoða trommur. Trommurnar, það er mjög erfitt að taka upp trommur. Ef maður veit ekkert hvað maður er að gera eins og ég, þá getur það verið mjög á ensku frustrating að reyna að taka upp trommur og láta þær sounda mjög vel. Af því að það sem maður heyrir á Spotify, það er ekkert eins og að taka upp bara trommur í herberginu sínu.
Þannig að það er mjög mikið sem maður þarf að hugsa. Bæði hvernig trommurnar eru, hvernig þú spilar á þær, hversu vel þú spilar á þær, hvar mækarnir eru, hvaða mæka þú notar, eru skinnin góð, kjuðarnir, trommarinn og til dæmis einhver að gera eitthvað frammi í húsinu þínu. Þetta er allt mjög mikilvægt. Þá skulum við skoða trommubössið. Og það sem ég hef ákveðið að gera er að hafa 2 plugin. Ég setti reverb á alla trommurnar af því að við tókum upp í svo litlu rými að ég þurfti einhvern megin að stækka rýmið. Og það sem reverb gerir er að það basically lætur það vera eins og þú ert að taka upp í öðru rými. Það er það sem reverb er. Og svo setti ég smá EQ, bústaði smá 100 og smá 390. Bara til að fá meira kjöt í trommurnar. Ég var ekki með nógu mikið kjöt frá bassatrommunni til dæmis og líka symbolunum. Af því að ég kötta mikið af kjöti þar. Og ég ákvað að bústa það á öllu trommuchannelinu. Og ég ætla að hafa þetta með og án. Bara trommur núna. EQ. Þannig að þetta er það. Kick. Bassatróman sem við notum fyrir þetta er bassatróman hans Jónatans og mjög fyndið. Við notum engan impact patch á bassatrómunni þannig að í mjög hröðum pörtum í sumum lögum þá heyrist í svona slímugu klikki einhvern megin á bassatrómunni. Algjör feill. Ég meiri segja með impact patchin ég límdi hann á tölvuna mína. Ég ákvað ekki að líma hann á bassatrómuna. Ég veit ekki af hverju. En já, það er það sem ég ákvað að gera. Kick. Ég er með 3 channels. En bara 2 mækar. Kick in, kick out og kick sub. Það sem ég gerði við kick sub er að ég tók kick out mækin. Nei. Ég tók kick in mækin, duplicateaði trackið og setti low pass filter. Þannig að það er einfaldara að kontróla þessu mjög djúpu tíðinum. Og ég tek allt processing af. Ef ég tek allt processing af. Já, ég ætla að bæta við. Ég ætla bara að taka af pluginin sem er á master channelinu og instrumental channelinu. Þannig að þetta er alveg hrár kick. Þetta er ekki hrár kick. Núna er þetta alveg hrár kick. Núna er þetta alveg hrár kick. Eins og heyrið, þetta er allt annað. Byrjum á kick in. Skoðum hvað er á því channeli. Það sem ég ákvað að gera er að ég ákvað að minnka gainið og svo gerði ég þetta rosalega EQ curve.
það sem ég byrjaði á því að gera, ef ég bara replicata þetta, það að ég byrjaði líklegast á því að kötta þetta hérna. Það sem þetta gerir, ef þið hlustið á það, gerir bassatrommuna mikið dýpri. Og ég fer bara í gegnum öll EQ-múvin. Ég held ég hafi gert þetta næst. Gera high shelf á 1K. Og svo vildi ég taka burt þetta tick. Þetta hljóð. Ekki mjög þægilegt ef það er mjög hátt í því. Og svo vildi ég aðeins meira svona eitthvað svoleiðis hljóð. Svo bústaði ég þetta, veit ekki af hverju. Vildi aðeins meira hér. Já, svo var ómikill bassi í bassatrommunni, þannig að ég ákvað að kötta hana. En það var ekki nógu mikið af þessari einu tíðinni sem ég mjög fíla í bassatrommu. Þannig að ég ákvað að bæta henni við. Þannig að þetta er bassatromman. Kick out. Allt annað. Og ef ég sýni ykkur hvað ég gerði á Kick Out channelinu. Sko, maður verður að passa sig með Kick Out af því að í svona metal tónlist þá fíla ég það eru til tvær tíðnir maður verður að passa sig að hafa bassatrommuna ekki of mid-ranged fókusaða. Maður vill hafa hana neðarlega. Þess vegna er ég að kötta hérna á milli 100 til 200 Hz á bæði kick in og kick out. Og maður verður að passa sig að hækka ekki of mikið í kick out, eða finnst mér allavega hana. Af því að þá verður bassatromman of svona tung, en maður vill hafa svona mjög skrítin leið til að útskýra það, en maður verður að gera sem maður verður að gera. Þannig að ef ég slekka á öllum EQ-múfunum, þá er þetta sem ég gerði. Ég byrjaði líklegast á því að kötta þetta. Svo high shelf. Næst bell boost á 3000 til að fá meira klakki tón í bassatrommuna. Ég fíla það. Næst sem ég gerði hérna á 70 Hz, boost þar til að fá bassan upp. Og þetta gerir ekki neitt. Og svo low shelf, ennþá meiri bassi. Ég fíla þetta. Síðan kick sub. Heyrist mjög lágt í því. En þetta er góð leið til þess að kontróla mjög vel hversu mikið af lágum tíðnum maður vill hafa. Og það er bara þægilegt. Þannig að allir blanda þið saman.
þá hljómar þetta svona. Það fyrsta sem ég setti á bassatrommuna noise gate. Og það bara til að kötta burt óþarfa hljóð, bara svo að það safnist ekki drulla í mixinu, basically. Ekkert attack, ekkert hold, -50 noise floor, 310 release og threshold, bara hversu mikið maður vill. Já, ég vil það líka. Næst, Multiband Dynamics. Þetta ég kalla þetta diskaeyðir. Þetta eyðir burt diskunum. Af því að þegar maður tekur upp trommur, þá heldur venjulega manneskjan að þú slær á bassatrommuna, heyrist bara bassatromma. En það heyrist frá öllum hinum pörtunum af trommusettinu, þá heyrist hljóð. Og það ekki þægilegt hljóð ef þú ert að reyna að magna upp bassatrommu, þá færðu bara meiri disk. Þannig að það ekki bara að láta bassatrommuna hljóma vel, heldur þarftu líka að ná að eyða burt diskunum í bassatrommumæknum, svo getur látið hann að hljóma vel. Þannig að það það sem þetta gerir. Maður heyrir bara diskarnir hverfa. Mjög gott. Næst, EQ. Og ef ég bara slekka á öllu. Ég byrjaði örugglega að gera þetta af því ég vildi meiri bassa í trommuna. Svo vildi ég gera hana dýpri og þá köttaði ég þetta sem ég talaði áðan, 100 til 200 Hz. Maður vill kötta það burt af því að ef þú vilt setja önnur hljóðfæri inn í mixið, þá til dæmis bassinn, hann lifir hér. Þetta bassasvæðið, þess vegna verður maður að kötta það burt. High shelf til að gera bassatrommuna meira svona bjartari. Ég köttaði burt þetta, 3000 Hz. Það fyndið það því að ég bústaði það í kick out. Áhugavert. Köttaði líka 514. Bústaði 1600. Köttaði burt 800. Þetta mjög spes af því að ég bústaði þetta allt í hinu. Áhugavert hvernig þetta virkar. Og já, svo heyrði ég einhverja nótu hérna sem ég ákvað greinilega að eyða. Já, maður heyrir hana mjög létt. Síðan saturator, það sem þetta gerir að þetta býr til þægilegar tíðnir sem gerir bassatrommuna gefur hana meira kjöt. Af því að ég vildi fá aðeins meira kjöt. Það var ekki nóg mikið líf í henni. Þannig að án þetta mjög lítið sem þetta gerir, en ég fíla það. Svo, þetta tólið sem meikar og breykar lag. Kompressor. Fyrir marga í tónlistarheiminum, fólk veit ekkert hvað kompressor Ég ætla að reyna að útskýra það fyrir ykkur. Í einföldustu máli, kompressor, hann annarkvort lætur hljóð vera harðar eða mýkra, en það heldur sama voljum.
það er sama hæð ég tala jafn hátt en ég tala fastar eða ég tala lausar en samt á sama hæðastigi. Það er það sem þetta gerir. Og eins og þið vitið, þá vill maður hafa bassatrommu frekar harða. Þannig að ef ég hef slökkt á þessu og kveikt. Heyrið bara hvað bassatromman verður miklu harðari. Til dæmis í svona parti eins og blastparturinn hér. Gerir þetta bara harðar. Þá erum við komið með frekar decent bassatrommu. Næst snare. Sko, ef ég vera alveg hreinskilinn, þetta er örugglega ekki rétta leiðin til að prósessa snare. Af því að ég fíla snerina ekki það mikið, en ég er bara búinn að vera svo lengi að því að ég ákvað bara að sætta mig við þetta sound. Bara, ég er hættur. Ég nenni þess ekki lengur. Á snare-trommunni þá er ég með 2 mæka. Eitt sem er uppi og eitt sem er niðri. Og efri mækin, hann kapsjurar sprengjuna. Neðri mækin, hann kapsjurar hana hljóðið. Og saman er það svona mjög skemmtilegt. Og eins og ég talaði áðan, þegar eitthvað er slegið á trommu, þá kemur hljóð úr öðrum aspekt. Eins og ég sagði áðan, þegar þú slærð á einhverja trommu, þá kemur hljóð úr öðrum pörtum af trommunni, til dæmis kemur cymball eða eitthvað annað. Og það er svo mikið af processing sem maður þarf að gera á snare, svo hún soundi rétt. Þannig að ég þarf að kötta burt mikið af cymball. Og hvernig ég geri það er með þessu þarna tæki, Multiband Dynamics. Hverfur næstu því, en það breytir snare-trommunni aðeins. En það er hægt að blanda snare bottom við, þannig að hún soundi vel. Næst, EQ. Gera hana bjartari, köttar burt, óþægileg skrítin hljóð í miðjunni. Fyrsta sem ég gerði, það var örugglega þetta hérna move. Gera hana miklu bjartari. Svo köttaði ég burt hérna 450, svona óþægilegt, svona bara tilgangslaust frequency. Ekki mjög þægilegt að hlusta á þetta. Þetta gerir ekki neitt. Þetta gerir heldur ekki neitt. 3. Bústaði smá bassa. Gera hana aðeins, gefur henni meiri bassa. Þetta á ekki að vera svona mikið. Og síðan hæpassaði ég það, af því að maður vill ekki heyra of mikið af bassatrommu í snare-mæknum sínum. Og svo gerði ég aðeins meira tweaks hérna á 300 og 600.
hins vegar þá held ég eyði þessu. Núna snare bottom. Og hvernig það soundar eitt og sér. Mjög trashy. Með processing. Næsta plugin. Ég vildi gera snervírarnir, þeir voru ekki nógu langir. Fannst mér einhvern veginn hljóðið sem sagt. Þannig að ég tók transient designer, tók attackið hans burt og bætti við sustaini. Og maður getur heyrt að það lengist hljóðið. Og þá saman soundar þetta svona. Ekki alveg sneriltróma sem maður vill. Þannig að það sem maður gerir er maður tekur snare top channelið og blandar inn bottom. Soundar vel. Eða svona. Næst, snare group. Hér er ég með nokkur tól. Fyrsta sem ég er með, noise gate. Og þetta er til að eyða burt öðrum hljóðum og líka til að hækka í sneriltrommunni þessum góðu hittum. Þannig að þetta svona heldur áfram með það sem þetta Multiband Dynamics áðan var að gera. Nefnum bara ennþá meira. Þannig að þetta er gate. Næst EQ8. Og ég vildi bara bústa smá lofti í trommuna. Síðan kompressorinn, eins og ég talaði áðan, þetta gerir trommuna harðari. Harkan er hér. Þannig að það er það sem kompressorinn gerir. Næst, tape saturation. Bara af því að ég fíla það. Og svona soundar snare hrá. Eða svona með processing en ekkert reverb eða neitt á henni. Þetta bara svona kemst sneriltróman fremst í mixið. Það er hvernig ég vil hafa sneriltrómuna. Næst, toms. Og ef ég verið alveg hreinskilinn, maður þarf ekkert mikið á toms og soundi vel. Pínu EQ, aðeins að taka burt cymbalana. En ég er ekki að setja neitt compression eða neitt á það. Það er svona, það heyrist það vel í overheadunum. Þetta er bara svona, þetta er aðeins til að bara hækka í þeim. Þannig að, já, ég ætla að bæta við. Ég köttaði burt allt svæðið þar sem Jónatan, trommarinn, í hljómsveitinni minni, var ekki að spila. Og það er svolítið mikið, eða lítið, af því að hann spilar eiginlega bara toms. Þannig að maður getur séð hversu mikið ég þurfti að kötta af svæði. En ef ég tek bara eitthvað fill, bara hérna. Og maður getur heyrt
það smá eftir af cymbal í þessu, þannig að maður verður að feita það út. Það sleppur alveg svona. Tom 1. Pínu EQ cut hérna á 350 og boostaði smá high-end. Ekkert rosalegt. Já, og líka cymbal cutterinn. Þannig að án breytir engu, en ef ég væri með, ef það væri mikið svona bleed í þessu, þá myndi það heyrast, eins og hérna Floor Tom. Ég kannski hækka í því seinna. Það var eiginlega það sama á Tom 2, nema bara aðeins herra sem ég cuttaði. Og Floor Tom eiginlega sama. Og Tom grúpið, það bara limiter. Bara til að hækka í þessu, einfaldlega. Overheads. Overhead eru mækarnir sem eru beint fyrir ofan trommuna. Og þeir taka upp allt trommusettið. Og ég nota það mest sem cymbalmikrofóna, en það er gott að nota það líka til að bæta við lífi í allt trommusettið. Af því að við tókum upp í mjög litlu herbyggi og viðarherbyggi, þar sem allt bergmálast. Þá þurfti ég að vera smá creative til að ná þessu stóra soundi. Þannig að ég mun tala um það síðar. En ef við skoðum hvað ég með, þá byrja ég á input gain. Bara aðeins að lækka í. Næst EQ. Ég low-shelvaði hérna hjá 300. Bell cut á 7000 og bell boost á 70 til að fá kjötið. Og ég þurfti aðeins að minnka hérna 140 þar sem ég var að fá þetta tunghljóð í bassatrommunni. Fíla það ekki. En ég má ekki kutta of mikið af því að þá einfaldlega verður mixið dautt. Næsta plugin, það heitir Boba. Mjög fyndið nafn, og það sem þetta gerir að það tekur burt öll óþægilegu hljóðin í cymbalunum. Einhvern veginn mjög skringilega, ég veit ekkert hvernig það virkar. En lætur cymbalunum hljóma betur. Ég veit ekki, gerir það bara betri. Næst, kompressor. Það sem ég að reyna að gera hér að ég reyna að búa til sprengju og blanda henni aðeins inn til að gera rýmið stærra. Maður heyri hvað þetta addar mikið í bara performanceið. Ef ég seti þetta í max, þá munið þið heyra hvað ég er að tala um. Alveg. Þannig að þetta er bara svona sprengja. Og til að stækka rýmið ennþá meira, þá setti ég reverb.
Ég get svo sem haft þetta á hérna, mjög lágt. With, hækka with og þá verður rýmið, eða þá verður þetta lengra út. Það hljómar vel. Passa að gera ekki of mikið af því að þá verða cymbalarnir out of phase. Það maður vill það ekki. Hi-hat, mjög lítið. Bara tók burt bassan, lækkaði og það er mjög lágt í honum, það heyrist allir ekki neitt. Bara svona aðeins til að fá hægri vinstri. Sama með rætin. Eiginlega sama í Q-move hér. Bara til að heyra aðeins meira í rætinum. Saman hljómar þetta svona. Og ef ég set allt þetta á. Skemmtilegt. Þá eru við komið trommur. Næst bassi. Það sem ég ákvað að gera hér er að við tókum upp bassan í þessu rými hér. Og það var bara beint í tölvuna og allt processing sem er að gerast er í tölvunni. Og ég er með nokkur plugins á. Svona samt var bassinn alveg hrár. Þetta er ekki mjög hart spilað. Og bassinn verður að kötta í gegnum mixi einhvern megin. Þannig að ég seti kompressor á. Næst EQ. Alveg rosalegt EQ. En þetta passaði inn í mixið. Þetta er áhugavert að ég kötta hérna burt af því að ég sagði áðan að bassinn lifir hér. Hann gerir það ekki. Hann lifir neðar. Þannig að ég biðst afsökunar. Þessi EQ moves eru aðallega út af magnaranum sem ég er að dæla soundið í. Það er Parallax. Og ég bjóð preset sem heitir Chuck Bass 2. Þannig að þetta gerir smá, svolítið mikið. Og ég downloadaði á netinu Cabinet Simulator sem heitir Nolly Blend af því að ég vildi fá bassatón eins og hann er með. Þannig að þetta er eiginlega sama og hann notar, aðeins öðruvísi samt. Breytti sum EQ-múvum og svona distortion múvum. Næst sett ég kompressor aftur til að hafa þetta, já, þetta á að vera sidechainað í kick sem ég skil ekki af hverju þetta er ekki. En það lætur bassan, það lætur kicktrommuna hljóma betur. Þá köttar hún. Það sem þetta gerir er að þegar kicktromman slær, þá dökkar bassinn. Þannig að hún fær sitt svæði og bassinn fær að koma eftir kicktrommunni. Já. Þannig að þetta er bassinn.
Gítarar. Mjög skemmtilegt intro. Eins og þið sjáið, þá er ekkert á channelinu af því að ég bjó til hennan tón í öðru projekti. En það sem ég er búinn að finna er það sem ég notaði fyrir þetta sound. Og það er þetta hér. Byrjaði á Tape Reverb Space, svo Clean magnari, svo Amplitude 5, ef ég finn það, það er hér. Þessi hérna magnari, bara eitthvað frýtt. Næst EQ, annað EQ og kompressor og síðan pínu reverb blandað inn, eða delay, en þetta er eiginlega reverb. Ég ætla ekki að spila þetta með af því að þá myndi það sounda tvöfalt. Mjög óþægilegt. Þetta er introið. Svo rhythmgítarar. Það sem ég nota á rhythmgítara, ef ég finna það hérna, Guitar Distortion. Það er Neural DSP Amp Simulator og svo notaði ég annað plugin fyrir Cabinet Simulator. Og svo notaði ég annað plugin fyrir Cabinet Simulator. Þannig að við erum með hérna. Ef ég slekka á... ég get svo sem ekki slökkt á þessu, þetta mun hljóma illa. En það er þessi hérna magnari. Þetta preset. Mjög einfalt allt. Og 2 ported magnarar. Það er það sem gítarinn er með. Ég veit ekki af hverju þetta er að gerast, en já. Þetta er komið. Svo er ég með einnig ambient gítara sem er að spilast undir. Svona eiginlega synth. Og þetta er bara clean tónninn. Nema með fullt af delayi, bara óþarfa mikið af delayi. Soundar mjög cool, sko. Og svo endinn. Og síðast en ekki síst, syntharnir. Intro synthinn. Og ég virðist vera með reverb á þessu. Gera hann bara flottari. Þannig að allt saman hljómar þetta svona.
sambúl. Eins og ég segi, ég kann ekkert að mixa. Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Þannig að það sem ég þurfti að gera til að láta snerina sanda betur er að bæta við snersambúl. Ég veit að þá er þetta ekki alveg 100% ekta, en sambúlið spilast á nákvæmlega sama tíma og þegar hann slær. Þannig að þetta er ekkert fake, þannig séð. Og þetta er bara betra fyrir alla til að hlusta á lagið. Þannig að snerin ein og sér með sambúlinu. Breytir miklu, en þetta er ekkert, þannig sé ekki ekta. Þannig að já, þetta var Viðurfréttir. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að hlusta á allt og nenna að horfa á þetta. Endilega skrifið undir í comments ef það er eitthvað vitlaust sem ég er að gera, sem er örugglega af því að ég hef ekki hugmynd hvað ég er að gera. En já, þetta er hvernig ég hélt að væri rétt að mixa Viðurfréttir. Takk fyrir mig.